Þið verðið að bíða ennþá eftir ykkar fyrstu stigum. Maður tekur kannski svona eitt af því fyrsta sem maður tekur eftir leik er að þið taka fleiri þriggjastiga skot en teigskot í kvöld. Er það einn af ykkar banabitum? Við erum búin að taka allt of mikið þristum bara í alla vetur, eða sem sagt í þessu 4 leikjum. Við erum að skjóta næstu 30 þriggjastiga skot í hverjum einasta leik og við vitum það sjálfur, við erum með ágætis skiptur en okkar styrkleiki er inni og við ætluðum fyrir þennan leik þá lögðum við rosalega áherslu að fara inni en þeir eru ekkert rosalega háir en við dreytum síðan bara fyrir utan. Eru þið þá bara einhvern veginn fastir í þessu fari? Já, virðist vera að þeir náttúrulega eru rosalega aggressífur á okkur, eru fastir fyrir og þá er eins og við séum litlu strákarnir og bara skjótum fyrir utan. Og okkur vantar bara grimmd og bara vilja að klára þetta. Er þá eitthvað svona nýliða brum á þeim sem menn eru einhvern veginn ennþá að höndla að hoppa upp yfir þetta þrep sem er á milli fyrstu deildar og úrvalsdeildar? Ég er náttúrulega með marga strákar sem hafa ekkert verið að spila í úrvalsdeild en ég finnst samt, ég skil ekki innan rosalega mun að spila í fyrstu deild og úrvalsdeild. Jú, menn eru aggressívari og svona varnarmennir eru aðeins betri. En þetta er bara körfubolti, menn hefur ekki verið að stressa svona upp, bara að spila. Hvaða leið þurfum við að fara til þess að fara að landa þessu stigum? Er það þá kannski að ná að aga grúppuna þess inn á parkettinu? Já, við þurfum að aga okkur og vera svolítið kannski grimmari á æfingum, að vera svona aggressívari og leggja okkur aðeins meira fram í vörðunni á æfingum. Hjalti, svona staðan á hópnum eins og þú segir, þú ert með unga og tiltölulega reynsluleita leikmenn en það vantar ekki að þarna eru hörku spilara eins og Arthur og Daron og Ólafur og þið vantarlega í Fjölni eru að gera ráð fyrir þessi menn séu að draga vagnin ykkar. Þurfa þeir að bæta við þessi snúning, svona prímusmótorarnir ykkar? Já, náttúrulega, allavega í kvöld, það var nú Daron ekki sérstakur, Arthur mjög góður og Óli náttúrulega áöfinn í villivandræðum. En það eru fleiri strákar þarna, Valur, Gassi, Sindri, Davíð, við erum með helling Hreiðar, við erum með helling af strákum. Þeir þurfa bara að trúa því hvað þeir geta, bara að trúa sjálf á sig.